Góðan daginn. Ég heiti Guðbjörg Jóhannesdóttir og lektor við Listkennslu-deild Listaháskólans og nýdoktor við Heimspekistofnun HÍ og meðhöfundur minn að þessu erindi Sigríður Þorgeirsdóttir, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands og ég ætla að flytja erindi fyrir okkar hönd þar sem hún vant við látin. En erindið ber heitið líkamleg gagnrýnin hugsun og byggir á rannsóknarverkefni sem við ásamt fleirum höfum verið að vinna síðustu ár. Gagnrýnin hugsun venjulega talin aðalsmerki heimspekinnar og einnig grundvöllur fræðilegrar hugsunar almennt. Með einu eða öðru móti á gagnrýnin, sjálfstæð og skapandi hugsun að vera uppistaða í flestum námsgreinum eins og aðalnámskrá kveður á Kennsla gagnrýninnar hugsunar á að undirbúa fólk undir að verða sjálfstætt hugsandi borgarar í lýðræði samfélagi. Í heimspeki gagnrýnin hugsun venjulega kennd sem rökhugsun eða samfélagslega gagnrýnin hugsun. Orðið krísis sem krítík dregið af merkir að aðgreina og felur í sér að skilgreina merkingu hugtaka og tína til rök í þeim tilgangi að taka engu máli sem gefnu nema það fái staðist rök. Þetta hljómar viðtekið og sjálfgefið. Heimspeki á einmitt að ganga út á að spyrjast gagnrýni fyrir það sem sjálfgefið þykir. Því virðist blasa við að spyrja okkur sjálf sem kennum markvisst og gagngert gagnrýna hugsun, hvort kennsla hennar standi undir nafni. Sjálfsgagnrýni ætti jú að vera ómissandi liður í gagnrýni til að skilja betur hverju við viljum ná fram með þjálfun gagnrýninnar hugsunar og hvar skóinn kreppir að. Þegar við Sigríður hugum að okkar eigin reynslu sem nemendur og kennarar í heimspeki, þá rekust við á mun á því hvernig við sjálfar ræðum saman heimspekilega og því hvernig það var iðulega gert í námskeiðum í okkar námi. Við töluðum oft að við hugsuðum saman í stað þess að hugsast á eins og það kom okkur iðulega fyrir sjónir. Við sjáum þetta einnig á nemendum sem koma vongóður inn í heimspeki sem grein þar sem hægt að ræða djúpt mál og í þeirri vissu að heimspeki sé fag sem að leyfi fólki að taka persónulega á hinum stóru spurningum lífsins. Þegar líður á námið víkur oft þessi bjartsýni fyrir leiða yfir því að tæknilegar hliðar hinnar gagnrýnu hugsunar beri skapandi og persónulegri hugsun ofurliði. Það gerir að verkum að sumir fara annað með ýmsar safaríkar, persónulegar og pólitískar hliðar heimspekilegra samræðu, annaðhvort í aðrar greinar eða í hópa þar sem slíkt á sér stað. Staðreyndin nefnilega svo að hefðbundin þjálfun í heimspeki gengur nokkuð markvisst út af það að aftengja heimspekilega rýni frá persónulegum upplifunar og tilfinningagrunni umfjöllunarefnisins, líkt og vitneskja þaðan gæti truflað greiningu fremur en að upplýsa hana. Samt á heimspekileg hugsun sér yfirleitt upphaf í persónulegri upplifun, í undrun, í frústrasjón og svo framvegis eins og frumherjar heimspekinnar í fornöld fullyrtu. En eins og við munum reifa hér á eftir, þá snýst líkamleg gagnrýnin hugsun aðferðir sem eru stundum nefndar upplýsing tilfinning eða menntun tilfinninga og slík þjálfun á næmni hefur lítið með einhvers konar mér finnst afstöðu að gera sem grasserar í populismu samtímans. Aftengingu frá ígrundun tilfinninga í heimspeki má einnig merkja í því að heimspekilegar umræður ganga oft út á hugsanatilraunir sem eru tilgátur á taginu ef X þá Y eða ef við gefum okkur að A þá B sem að hafa enga beina tengingu við raunveruleika að gera og eru einungis æfingar í röklegum möguleikum. Svo gagnleg sem slík nálgun kann að vera í að þjálfa rökleikni, þá leiðir einhæfni í þessa veru til vanrækslu á því sem við köllum hinn mannlega og einstaklingsbundna kjarna heimspekilegra hugsunar. Vissulega hefur verið reynt að höfða til þess þáttarmenntunar heimspekilegra hugsunar með ýmsum hætti, eins og til dæmis með því að taka dæmi úr bókmenntum eða kvikmyndum, eða með því að reifa raunveruleg tilfelli á almennum nótum, líkt og gert í siðfræði, náttúru, læknavísinda og tækni og í samfélagslegri heimspeki. Við viljum hins vegar ganga lengra og gagngert samhæfa rökgreiningu og persónulega upplifun í þjálfun gagnrýninnar hugsunar. Þessi afstaða okkar byggist á rannsóknum vitsmunavísinda samspil rökhugsunar og eigin reynslu og upplifunarþekkingar, sem og á heimspekilegri fyrirbærafræði og pragmatisma sem fjalla þátt upplifunar í þekkingarleit og þekkingasköpun. Við sjálfar byggjum á persónulegri reynslu. Sem dæmi þá hef ég kennt námskeið rannsóknir og akademísk vinnubrögð við Listkennslu-deild Listaháskólans árabil. Ég fór þar inn á sínum tíma með verkfærabóksið fyrir akademísk vinnubrögð úr öðrum fræðigreinum en gerði mér fljótt grein fyrir að aðrar háskólagreinar geta lært mjög mikið af hinni listrænu nálgun á viðfangsefni sem virkjar upplifunarþekkingu
og það sem við stimplum stundum kæruleysislega sem innsæi sem sé lítt mark á takandi fræðilega. Samstuð hins skapandi og gagnrýna ekki bara góð hugmynd, heldur hefur það allar götur einkennt frjóa fræðilega hugsun. Þetta staðfest með niðurstöðum hvernig mannshugurinn virkar þegar hugsað gagnrýnið og djúpt. Það ekki nóg að vera vel að sér í reglum rökfræði eða vera snjöll að beita margskonar kenningum samfélagslegra gagnrýni. Hugtækið sköpun í skapandi hugsun einskorðast langt í frá við listræna gáfu í þrengri skilningi. Skapandi hugsun færni til að hugsa sjálfstætt í þeim aðstæðum sem skilyrði okkur hverju sinni. Ef við eigum sjálf ekki innistæðu í eigin upplifunarþekkingu fyrir því sem rætt eða velt vöngum yfir, þá hugsun okkar frómt sagt aftengt og yfirborðsleg leikni sem hættir við klísjum. Svo virðist sem margt í samfélaginu á tímum nets og samfélagsmiðla aleinmitt á slíkri hugsun. Fólk sveiflast eins og þangi í ölduróti milli skoðana og gleypir við síðustu sennilegu skoðun áður en það sveiflast yfir að fá næstu svo til hugsunarlaust. Samfélagsmiðlarnir ýkja þetta upp með því að fólki skipt í hópa og einungis með eða móti viðhorf leyfð. Like-takkin orðin að bremsu lýðræðislegrar umræðu. Hinn gráu svæði þar sem gagnrýnin hugsun fær best að leika listi sínar hverfa í skuggan af svarthvítu mynstri dægurþrasins. Allt þetta styrkingu gagnrýninnar hugsunar óhagfellt. Mikil áhersla á tæknilæsi og að nýta rafræna möguleika í námi sem í sjálfu sér góð og gild hefur hins vegar gert að verkum að við missum sjónar af því hvernig við getum orðið betur læs á dýptir eigin hugsunar og náð betra sambandi við okkur sjálf í hugsun. Okkar helsta markmið sem kennara á einmitt að vera að efla getu nemenda til þess að treysta eigin hugsun. Við þráum að finna að nemendur viti hvað þeim finnst og geti staðið með eigin afstöðu, sem líka forsenda þess að geta komið með nýjan vinkil á mál, staðið með öðrum eða andmælt. Rannsóknir á sviði vitsmunavísinda, sálafræði og taugalífeðlisfræði sýna okkur að við þurfum að þjálfa traustari og nákvæmari aðferðir gagnrýninnar hugsunar á grundvelli slíkra rannsókna. Við þurfum með öðrum orðum að þjálfa gagnrýna hugsun sem innra samtal og sem samræðu, næstum því eins og við þjálfum lipur og styrki í líkamsrækt. Gervigreind getur aldrei orðið betri en mannshugurinn sem hannar hana og þess vegna virkni mannshugans, vitundalífið, svo heimsálfa sem við vitum orðið heilmikið en hættum okkur ekki inn á í markvissri könnun eigin hugsunar til að finna út hvernig við virkum, hugsum, nemum, skynjum og finnum til í ólíkum aðstæðum. Í verkefninu líkamleg gagnrýnin hugsun höfum við unnið að því að tileinka okkur og þróa áfram aðferðir til að stunda slíka markvissa könnun eigin hugsunar. Það einkum aðferðir tveggja fræðimanna sem við höfum unnið með. Annars vegar aðferðir sem þjálfa innra samtal sem þróaðar voru af Eugene Gendlin og hins vegar fyrirbarafræðileg viðtalsaðferð sem þróuð var af Claire Petit-Marchand. Eugene Gendlin stundaði heimspekilega rannsóknir á virkni tungumálsins eða áhrifum orða á hugsun sem leiddu hann inn á svið sálfræðinar og í samstarf við Carl Rogers, einn áhrifamesta sálfræðing 20. aldar í Chicago. Saman rannsökuðu þeir hvers vegna sálfræðileg viðtalsmeðferð virkaði í sumum tilfellum en í öðrum ekki. Niðurstaða þeirra rannsóknar var svo að þeir skjólstæðingar sem meðferðin virkaði fyrir virtust eiga eins konar innra samtal. Þar sem þeir einbyttu sér að því að finna fyrir því hvernig þeir skynjuðu innra með sér þann vanda sem þeir voru að fást við, hvernig líkami þeirra brást við hugsun þeirra og orðum. Þeir sem meðferðin virkaði ekki fyrir voru hins vegar fastir í að greina vandan í þaula án þess að leyfa sér að finna fyrir honum og hreyfa þannig við hugsun sinni og skynjun. Á grunni þessa þróaði Gendlin aðferðina fókusing til þess að geta kennt fólki að eiga slíkt innra samtal. Síðar þróaði hann ásamt eiginkonu sinni Mary Hendricks aðferðina Thinking at the Edge eða hugsað á brúninni sem hefur það markmiði að nýta það innra samtal sem fókusing byggir á til þess að þróa áfram nýjar hugmyndir og kenningar í heimspekilegri og fræðilegri hugsun. Claire Petit-Marchand þróaði svokallaða örfyrirbarafræðilega viðtalsaðferð að undirlagi leiðbeinanda síns í doktorsnámi Francisco Varela. Varela var taugalífeðlisfræðingur og heimspekingur og í ljósi rannsókna sinna innan taugafyrirbarafræði eða neurophenomenology hélt hann því fram að til þess að skilja hvernig hugurinn virkar geti vísindin ekki stuðst einungis við að skoða virkni heilans,
heldur verður líka að þróa aðferð til að rannsaka mannlega reynslu á ítarlegan hátt. Hið örfyrirbærafræðilega viðtal sem Petit Manchon þróaði byggir að hluta til á viðtalsaðferð sem hönnuð var af Pierre Vermeersch, svo kölluðu elicitation viðtali, en markmið þess var upphaflega kennslufræðilegt. Það átti að gera til dæmis sérfræðingum í ákveðinni tækni eða handverki kleift að lýsa í smáatriðum reynslu sinni af því að framkvæma ákveðin verk til þess að geta kennt öðrum sömu tækni. Örfyrirbærafræðilega viðtalið er vísindaleg aðferð til að rannsaka fínni þræði reynslunar sem við erum sjaldnast meðvituð til dæmis hvað er að gerast þegar við fáum hugmynd eða þegar við rifjum upp minningu. Þessar aðferðir ger okkur kleift að skoða á markvissan og nákvæman hátt þá skynjun og þekkingu sem býr innra með okkur en við erum ef til vill ekki meðvituð að búa yfir. Eins og fyrirbærafræðin kennir okkur erum við sem líkamar sífellt að taka á móti merkingu frá því umhverfi og aðstæðum sem við dveljum í. Við erum sífellt að læra að taka inn þekkingu út frá því hvernig við skynjum aðstæðunar sem við erum í hverju sinni. Páll Skúlason talaði aðstæðnatilfinningu, það hvernig raunveran hefur alltaf þegar fundið til sín. Þessi aðstæðnatilfinning, það hvernig við finnum til aðstæðan okkar, er grundvallarvít mannlegrar tilveru og sá grunnur sem öll okkar hugsun og gildi byggja á. Með aðferðum líkamlegrar gagnrýninnar hugsunar getum við beint athyglinni á markvissan hátt að aðstæðnatilfinningunni og hafið þekkingarleit okkar þar. Þetta þýðir þó ekki að við tökum skynjanir okkar og tilfinningar upp hráar sem grundvöld gagnrýninnar hugsunar, heldur að við skoðum nánar þessar skynjanir og tilfinningar sem eru óhjákvæmilega hluti hugsunar okkar og rýnum í rætur þeirra. Á þennan hátt getum við ígrundað tilfinningar og viðbrögð líkamans í stað þess að hundsa þær sem víddir í hugsun. Gagnrýnin hugsun er þessi hreyfing á milli líkamlegrar skynjunar og hugsunar með orðum, ferli þar sem við rýnum í og greinum viðbrögð okkar við þeim aðstæðum sem við finnum okkur í hverju sinni. Í tækniumhverfi samtímans, þar sem vissulega er auðvelt að spila með tilfinningar okkar og skynjun á veruleikanum, er brýnna en nokkru sinni fyrr að við gerum okkur grein fyrir þætti tilfinninga og skynjunar í hugsun okkar og byggjum gagnrýna hugsun okkar á þeirri staðreynd frekar en að ímynda okkur að við getum aðskilið rökvísi okkar frá skynvísinni, lagt tilfinningar til hliðar og beitt einhvers konar hreinni skynsemi sem á ekkert skylt við tilfinningar, skynjun og upplifun. Það er engin slík skynsemi til. Skynsemi er einmitt eins og orðið sjálft bendir til nátengt skynjun. Hún felst í að veita skynjun sinni athygli, rýna í hana og greina. Þannig getur okkur tekist að greina á milli þess hvenær skynjun okkar er mótuð af utanaðkomandi öflum og hvenær hún er byggð á okkar eigin sjálfstæðu athugun og greiningu á öllum hliðum máls í ljósi ítarlegustu og traustustu upplýsinga sem við eigum völ á. Eins og áður var nefnt hef ég frá því ég hóf kennslu í Listaháskólanum lagt áherslu á að nemendur mínir, listamennirnir, hafi öll þau tól sem þau þurfa til að stunda rannsóknir og beita gagnrýninni hugsun í verkfærakistunni skapandi hugsun sem þau hafa þjálfað í sínu listnámi og listiðkun. Með aðferðum líkamlegra gagnrýninnar hugsunar sjáum við betur tengsl skapandi og gagnrýninnar hugsunar. Við sjáum tengsl þess sem listamenn kalla innsæi við það innra samtal sem við þjálfum með focusing og thinking at the edge og við sjáum hvernig gagnrýnin og skapandi hugsun byggja á sömu rót, hinni líkamlegu þekkingu sem verður til í gegnum skynjun okkar og upplifun af veruleikanum. Áherslan á sköpun í aðalnámskrá og umræðan gildi listgreinakennslu á tímum 4. iðnbyltingarinnar eru nátengdar þessari þróun í átt að því að auka jafnvægið á milli skynvísi og rökvísi, líkama og hugar innan menntakerfin okkar. Það er umbreytingatímabil fyrir höndum, þar sem menntakerfin aðlagast nýrri hugsun hlutverk sitt. Það felst ekki lengur einungis í fræðslu og miðlun upplýsinga sem læra má utanbókar. Það nægir til dæmis ekki að vita hvað þarf að gera til að stemma stigu við loftslagsváni. Við þurfum nýja hugsun sem er næmari og gerur okkur kleift að skynja umhverfi okkar af fullri athygli og bregðast við því á skynsamlegan hátt, finna eigin lausnir og finna eigin rödd. Takk fyrir.